Þín útivist, þín ánægja. Komið sæl, skulum byrja hér á líta stóra yfirlitskortið okkar og sjá hvernig lægðasúpan sem nú að myndast hér suður á landinu, þó við sjáum nú eitt lægðamerki, þá liggja hérna 2-3 smálægðir í þessu og það verða hér næstu daga, en það hins vegar lægðin hér á Norðursjó svona sem stýrir svolítið veðrinu og svo lægðin hér suður af Írlandi sem að ýtir talsvert mikilli úrkomu inn í Alpana á morgun og veldur töluvert mikilli úrkomu á þeim slóðum, en við sjáum að lægðin hér á okkar svæði, hún hreyfist ósköp lítið, enda þetta svo litla lægðir að það svona, maður þarf að komast býsna nálægt landinu svona til þess að sjá þetta almennilega. En við sjáum hér hvernig úrkoman að safnast í Ölpunum á morgun og svo þessi lægð hér, hún stefnir hérna áfram austur úr svona þegar það kemur fram á helgina. Á hitasviðinu það helst að sjá að við sjáum að það fer að leka hér kalt loft hérna sunnan við hvarf á Grænlandi og inn á og suður af landinu og það mun kólna svolítið veðri hjá okkur svona yfir helgina getum við sagt, en svo að sjá eftir helgi að það eigi að hlýna aftur, en við höfum ágætlega milt veður miðað við árstíma. En þróun þá í kvöld, nótt og í fyrramálið að það svona skúraleiðingar nokkuð víða, það hefur dregið töluvert mikið úr úrkomuna á Austfjörðum og hefur því skriðuhætta minnkað á þeim slóðum, en þetta svona verður býsna skúrakennt í nótt, en síðan hádegi á morgun að þá förum við að sjá hér meira samfellda úrkomu hér á suðvestanverðu Hitinn gæti verið svona kringu 10 gráðurnar og upp í 15-16 gráður sem hlýjast verður á morgun, en vindáttin austlæg, yfirleitt fremur hæg, en það verður svona eins áður sagði skúrir mest allt land, en svo þegar líður á morgundaginn að þá fer nú úrkoman smátt og smátt að verða samfelldari hér einmitt á suðvestanverðu landinu. En síðan þegar líður á kvöldið og nóttina þá færast þessi skil hér norður eftir, það koma aftur skúraleiðingar hér í kjölfarið og á hádegi á föstudag þá þróun þessu líka, úrkomubakkin liggur þá yfir Vestfjörðum, hann staðnæmist þarna svona mestu leyti eftir miðjan dag á föstudag, en svo verða áfram skúraleiðingar hér sunnan til, en á Norðurlandi og Norðausturlandi og jafnvel á Austurlandi og Austfjörðum gæti orðið ágætasta veður á föstudag. En ef við lítum síðan yfir á laugardag þá eimir ennþá leifar að þessum skýlum hér og það kannski mesta rigningin á norðanverðu ströndum og svo hérna smá lægðadrag frá einni smábólunni á Suðurlandi og fer síðan yfir á Faxaflóann svona þegar það kemur fram á sunnudaginn, svo við sjáum hér að þá þessi bakki svona við það að fara og þegar hann farinn miðjan dag á sunnudag þá fáum við nú betra veður svona víðast hvar á landinu, en það skammgóður vermir því að við sjáum hér í næstu skil sem koma hér úr suðaustri og þau munu síðan færa yfir landið aðfaranótt mánudags og gefa rigningu mest allt land. En ef við færum okkur síðan þá yfir til Evrópu, að það býsna mikil skúraveður hér mjög víða í vesturhluta álfunnar og svona norðan til getum við sagt, en í austurhlutanum bæði hlýtt og bjart og það besta veður. Það alltaf miskipt svona milli í Evrópu hvernig svona úrkoman raðast og það kemur til af Ölpunum hérna, þeir stöðva úrkomuna þannig að hún kemst við illan leik austur úr, en Íberíuskaginn sleppur býsna vel og það verður bjart og fallegt veður og hitinn svona í kringu 30 gráðurnar. Á Kanarí hins vegar þar norðaustanátt og býsna bjart og ágætlega hlýtt og hitatölur svona kringu 25 og þar yfir. Þannig að það ekkert meir það að segja svo sem, en ef við lítum síðan vestur hafa þá sjáum við þessi myndalegu lægð hér skammt vestan við Hudsonflóa og skil hennar sem liggja hér niður eftir Austurríkjunum og þessi myndalegu skil hér úti fyrir ströndinni að þau liggja hér yfir svona síðsta hluta Flórídaskagans, þannig að Miami á morgun má búast við kröftugum skúrum, þrumum og eldingum og talsverður hasar í þeim, en svo kannski einna markverðast, það hún Lorena sem hérna við norðvesturströnd Mexíkó og gert ráð fyrir hún taki land líklega þá snemma á föstudagsmorgun, þannig að hún gefur talsvert mikla úrkomu og mikil vind á þessu svæði, en eftir hún tekur land þá fer hún að veikjast býsna hratt, þannig að á laugardag hún eiginlega svona mestur vindur úr henni. En annars á vesturströndin býsna bjart og fínt veður. En við skulum láta þetta gott heita í kvöld, verið sæl.